Íslendingar eru í eðli sínu sérlundaðir og þrjóskir. Þeir vinna ekki nema þeir neyðist til þess og eru svo fastheldnir á venjur landsins að þótt þeim séu sýndar betri aðferðir og vinnubrögð eða fengin þægilegri áhöld til að vinna með, fleygja þeir þeim frá sér og halda sig þvermóðskufullir við fyrra verklag. Þeir eru deilugjarnir og illviljaðir, hefnigjarnir, fláráðir og þrælindir, óhófsamir, lostafullir og saurlífir, svikulir og þjófóttir. Prófessor Collingwood ferðaðist Ísland á 19. öld og var því líkur skemmtil maður að hann talaði vel okkur út í frá og málaði þokkafullar myndir af lífinu hér, en í engabréfi til Edith Merry, konu sinnar, skrifaði hann þetta, tilvitnun. Mér finnst að Íslendingar komi aldrei hreint til dyra. Að einhverju leyti kann það að stafa að því að þeir vilja líkt og Írar þóknast öllum, en þó engum af vissum grautarhaus hætti og algjörum skorti á þjálfun til þess að gaumgæfa og fara með staðreyndir. Sé í raun og veru einhverjar gáfur að ræða, þá væri það einna helst á bókmenntasviðinu, en það fjöldi manna kallaður skáld á þessu landi þar sem hver gæs gerð að háflegum svani. Aftur á móti virðist engin lifandi sála bera skyn á vísindarlegar staðreyndir, efnahagsleg sannindi, stjórnmálalegt raunsæi eða nokkur önnur fræðileg efni. Þeir eru haldnir hverskins hugar órum, tilvitnun lýkur.